Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá er komið að heimsmálunum. Við ætlum að ræða við Hilmar Þór Hilmarsson sem er staddur í Bangkok. Hvað er blessaður? Sætlastu, góðan dag. Herðu, við skulum byrja á eiginlega mynd sem er eiginlega í öllum fjölmiðlum heims í dag. Það er mynd af forsetum Kína, Indlands og Rússlands, ég segi ekki í faðmlögum, en þeir láta vel hvor öðrum. Er þetta merki það sem að margir hafa bent á að gæti verið afleiðing að stefnu Trump, að með henni þá væri hann raunverulega ýta bæði Rússlandi og Indlandi í fangið á Kínverjum og mynda þar, ég segi ekki blokk, en svona samstarf sem að margir í Bandaríkjunum telja sig ekki hagsmunir Bandaríkjanna að gera. Já, ég held sér alveg ljós að það eru mikil mistök ef að Donald Trump fer að ýta Indlandi í fangið á Rússlandi og raunverulega aðalega Kína, vegna þess að Indland er fjölmennasta lýðræðisríki í heiminum og fyrirstjórn í Bandaríkjanna í 25-30 ár reyndu að bæta samskipti við Indland, ekki að setja Indland í það stöðu að mér skilst að Trump hafi reynt nýlega að hringja í móti forsætisráðherra Indlands og hann hefði neitað 4 sinnum að taka símann. Þannig að þetta er mjög slæmt mál og ég held að þetta séu mistök og halda það að sé hægt að beita svona tollum til að þvinga Indland til að gera eitthvað. Hann getur tuskað til Evrópusambandið eins og við sáum, að fara með það í 15% toll og þeir eru ekki með neitt á móti, að því Evrópusambandið stendur höllum fæti út á Úkraínu. En með Indland það sé mjög erfitt að gera þetta og Kína og Indland, ég held að það ekki hist í 7 ár, Xi Jinping og Modi, hittust núna, eins og segir, þá voru myndir af þeim og með Putin, þar sem þetta eru eins og aldavinir að hittast og þetta lítur ekkert vel út fyrir Bandaríkin. Ég held að hann hafi misreiknað sig, Donald Trump, og þetta eru grundvallar mistök að halda það að þú getur setta svo kallar secondary tariffs, tolla á Indland og Kína og þvinga þá til hlýðni. Kína er alltaf stórt og Kína er að selja Bandaríkjunum vöru, þar að meðal sjaldgæfa málma sem að Bandaríkin þurfa mjög á að halda og alls konar vöru sem Bandaríkin þurfa mjög á að halda. En þetta gengur alls ekki upp. Ég held að það hafi verið mjög mikil mistök, en auðvitað tekur Xi Jinping þessu fagnandi og Trump, en þetta er svona alveg frábær sending fyrir þá. En ég held að Trump hafi algjörlega misreiknað svo hann. Já, en er ekki hætta á því að við kannski oftúlkum þetta, að kannski er Modi bara að fara til Kína til þess að sýna að hann hafi aðra valkosti heldur en að beygja sig og hlýða Bandaríkjunum. En það er ekki þar með sagt að úr þessu sé að verða eitthvað heilagt bandalag milli Kína og Indlands. Nei, en þetta náttúrulega þýðir það að Indland reynir að ná viðskiptasamböndum og efla samskipti sín við Kína með alls konar samningum og Rússland og auka þau samskipti á kostnað Bandaríkjanna. Það er það sem að gæti komið út úr þessu og það er ekkert gott fyrir Bandaríkin. Þeir leita leiða og bara Bandaríkin er ekki litu á Bandaríkin sem traustan aðila lengur, sem ættir að fara að leita þau annarra leiða. Það má segja það, til dæmis við tökum Úkraínstríð, að Kínverjar hafa ekki tekið beinan þátt í Úkraínstríðinu, en það er algjörlega ljóst að Rússland gat stundað viðskipti við Kína og Austur-Asíulöndina sem ég er núna, eftir að þeir hófu Úkraínstríð, þá opnar það gerir þeim mögulegt að halda stríðin áfram, ekki af því að endilega að Kínverjar séu að skaffa þeim vopn og við skaffa þeim íhluti, bara því þeir halda viðskiptunum opnum og þetta sem að Indland styrkir BRICS-hópinn og það bara þýðir það að þetta er svona óvinsamlega aðgerð sem að setja tolla á Indland, eins og svona háa tolla. Þetta er óvinsamlega aðgerð og mér hugsa svo, hverju getum við búist til næst? Þannig að þetta er bara, þegar búið að vinna að því að byggja upp gott samband við Indland og svo farið að sparka í þá, það er ekkert góð aðferð. Fyrir utan það, þetta er algjörlega misjöfnuð aðgerð. Þetta mun ekki hafa tilætluð áhrif. Og hugsunin að sparka í Kína og halda það gangi upp fyrir Bandaríkin,
það er algjör feilhugsun. Ég skil ekki hvernig nokkrum aðeins skilur detta þetta í hug sem hefur skoðað sko bara hvernig utanríkisviðskipti fara fram í heiminum í dag. Að þetta gengur ekkert upp. Þannig að þetta eru misjafnar aðgerðir, en það eru aðilar í Bandaríkjunum sem viljast trúa þessu. Og maður jafnvel heyrir þetta frá Íslandi, frá utanríkisráðherranum íslenska að það sé hægt að hún vonist til að það sem Lindsey Graham að segja muni ganga upp. Maður skilur það ekkert því að þetta getur aldrei gengið upp. Þetta er vonlaust að halda það að setja að þvinga þessi tvö stóru lönd til hlýðni með svona aðgerðum. Þau bara auka viðskipti sín á milli, leita annað. Þetta ýtir Bandaríkjunum út eða allavega dregur úr þeirra trúverðugleika og gerir öll samskipti erfiðari og þetta er það síðast sem Bandaríkjunum þurfa eins og staðan er í dag, að vera í stríði við Rússland, vera með Kína yfirvofandi viðskiptastríð hvenær sem er og vera svo með Indland á móti sér og svo þau líka konar við Brasilíu, þetta gríðarlega stóra land í Suður-Ameríku sem er svona bakarður Bandaríkjanna algjörlega á móti sér. Þannig að þetta virkar ekki, að mínu dómi sé virkar þetta ekki og er ekki sjálfbært til lengri tíma litið. Virkar þetta ekki vegna þess að á bakvið þessar aðgerðir er eiginlega ofmat á styrk Bandaríkjanna í heimsviðskiptunum? Já, ég held það sé ofmat að lönd geta beint sínu viðskiptum annað. Það er mest ábyrjandi í Úkraínustríðinu að Rússar vissu Rússar það að þeir vissu alveg að Evrópa og Vesturlönd myndi grípa til refsiaðgerða við innrásina inn í Úkraínu, en þau vissu líka það að þau ættu að þar myndu aðrar dyr opnast inn í Asíu og þá er núna Kína og Indland stærst og núna er sem sagt eftir 3,5 ár Úkraínustríðinu þá er farið að reyna að loka þessum dyrum. Það er að segja að Rússland geti farið í gegnum Kína og Indland og þú sást að það er ekki að virka og þú sást það að þetta er svo kallar Shanghai Cooperation Meeting fundur sem var í Kína þar sem að Módi mætti og mynda honum með Putin og Xi Jinping og alveg greinilega að þeir ætla ekki að láta þetta yfir sig ganga. Þannig að mér finnst þetta ekkert líta vel út. En hver er afstaða, nú ert þú í Tælandi og þar í kring er líka Víetnam og Kambódía og Laos og svo er Malasía og Indónesía. Kanntu að segja mér frá því hver er svona afstaða þessara smærri landa, þú veit að sumir þessu gríðarlega stór og fjölmenn eins og Indónesía. Hver er afstaða þeirra til þessara mála, þessar togstreitu milli Bandaríkjanna, Indlands og Kína? Og ef þú tekur Tæland, þá hefur Tæland góð samskipti við Rússland og hefur mjög lengi haft. Það á sér að sögu alveg aftur á 19. öld þegar Rama V og Nikolás annar, keisari Rússlands, hittust og hittu töluveren tíma saman. Þannig að það eru góð samskipti til dæmis milli Rússlands og Tælands. Bara sem á sér mjög langa sögu og í Tælandi er ekki nein fordæming á Rússum vegna innrásarinnar. Þeir taka enga afstöðu með eða á móti og stunda viðskipti við Rússland, en jafnframt er Kína mjög öflugt en samt reyna þeir líka að hafa góð samskipti við Bandaríkin. Bandaríkin voru mjög umsvifamikil í Víetnamstríðinu. En upplifðu þessi lönd að þau þurfa að velja, sem sagt, hvort þetta standa með Bandaríkjunum eða Kína? Já, það er pressa frá stórveldunum það að þau velji. Og ef við tökum þú taldir þetta blöndin, svo tökum Laos og Kambódíu og Myanmar er mikill óstöðuleiki þar. Það er engin stjórn ríkisstjórn, ræður ekki yfir þetta landinu. Þar er klárlega lönd sem eru komin mjög undir áhrif Kína. Laos, Kambódía og Myanmar. Ef þú tekur lönd eins og Filippseyjar eða Singapúr, þá eru mjög sterk tengsl við Bandaríkinu. Filippseyjar er stór herstöð frá Filippseyjum bandarísk herstöðar í Filippseyjum. Ef þú tekur lönd eins og Malasíu, Indónesíu, þau að reyna að hafa hlutleysi stefnu. Ef þú tekur Víetnam, þá eru þeir líka með hlutleysi stefnu. Þessi lönd er að reyna það,
en þau reyna að halda góðum samskiptum við alla aðila og græða á samskiptum við stórveldin, en taka ekki alveg skýra afstöðu til stórveldana. Víetnam til dæmis samt kannski hallar frekar undir Bandaríkin, núna eins og í augnablikinu, frekar svona, en hins vegar Tæland kannski meira eins og Kína. En það sem að vekur athygli til dæmis samt sem áður, þegar að það urðu hérna átök, sko Tælandi með 3 mjög viðkvæma bletti í öryggismálum. Einn suðurhluti Tælands, það sem eru 7,5 milljón múslima og það 10% af þjóðinni. Tælandi yfir 70 milljónir manna. Síðan það landamæri við Myanmar, eða það sem Burma, sem fjölmennt land, einhverja rúmlega 50 milljónir. Það sem mikill óstöðuleiki og Tælendingar óttast að fá yfir sig mikið af flóttamönnum. Og síðan það þriðji átakapunkturinn eða hættupunkturinn, það Kambódía, Tæland. En það sem maður tekur eftir þegar það brjótast út átök, að þá eins í Evrópu, það brjótast út átök milli Úkraínu og Rússlands, að þá fara öll Evrópulöndin að keppast með að halda með þessum og halda með hinum. Ég held með þessum, ég held með hinum. Það hins vegar stefna þessara landa allra og sérstaklega áberandi með til þess að Víetnami, það með öll þessi lönd að þau taka ekki afstöðu með einu landi gegn öðru. Og mér segja Kína sem ekki í ASEAN-hópnum, þó að þeir séu mjög tengdir Kambódíu, þá tóku þeir ekki afstöðu gegn Tælandi eða með Kambódíu, og það gerði ekki þessara landa, tók enginn, þau bara reynið að semja frið. Þau notuðu ASEAN sem eru samtök 10 landa til þess að, og þá var Malasía í formennskunni og Anwar Ibrahim forsætisráðherra sem að tóka sér að miðlamálum. En maður tekur eftir því og það sem þeir segja við mig hérna í Asíu mikið, að þeim finnst vera svo mikið tilfinninga í alþjóðasamskiptum í Evrópu, það er svo mikla tilfinningar. Ég stend með þessum og ég held með hinum og síðan koma vopnasendingar og alls konar fjárhagsaðstoð með einum aðila gegn öðrum. Þetta tíðkast ekki hér. En það tókst með þrýstingi og bara með milligöngu ASEAN að ná friði, en maður bara tók sér eftir því að Kínverjar, maður hefði haldið það að Kínverjar myndu dragast inn í þetta og myndu þá hjálpa Kambódíu sem bara, það eru 17 milljónir manna í Kambódíu, yfir 70 milljónir í Tælandi, það 4 sinnum munur á fólksfjölda, svipað milli Úkraínu og Rússlands. Svo Kambódía, fátækasta land Austur-Asíu, hefur engan flugher, á meðan að Tæland hefur öflugan flugher frá sænskar orðstöðsþotur sem heitir Gripen sem eru mjög teljast vera góðar. Þannig að að málið bara það að það tókst að stoppa, það reyndi að tala við forsætisráðherra Tælands það tímabili að það yrði all out war, að stríðið myndi breiðast út og verða allsherjar stríð. En það er alveg ljóst hvernig það myndi fara, því að Tæland myndi sigra. En maður tekur samt eftir þessari og Víetnam til dæmis algjörlega með skýra stefnu að taka aldrei afstöðu með einu landi gegn öðru. Og eina landi sem ég veit að sem hefur svona skýrt fordæmt Rússland í Úkraínustríðinu Singapúr. Þeir hafa gengið allavega lengst í því af þessum Asíulöndum. En hin löndin gera það ekki. Ég held að þeim finnist mörgum að hafa verið mistök á Rússlandi að gera innrás í Úkraínu og þau vilji ekki að sér gera innrás í önnur lönd almennt séð, en þau halda sér höndum með að halda með einhverjum gegn öðrum. Og það hefur allavega reynst vel og reyndist vel þarna þegar komum við átök milli Kambódíu og Tælands. Önnur lönd fari ekki að halda með og mynda blokkir og hóta að skerast inn í stríði með valdi eða vopnasendingum eða neitt slíkan hátt. Þannig að það tók sem betur fyrir allavega í bili að slökkva á þessu stríði þarna í hérna milli Kambódíu og Tælands, sem menn og vitum að eins og Úkraínustríði þar sem menn taka skýrar afstöðu og koma inn vopnasendingar og alls konar íhlutun og svo magnast þetta upp og svo þetta komin í 3,5 ár og nánast búið að eyðileggja Úkraínu. Já, þú vísaðir áðan til þess að Þorgerður Katrín hafði vísað til Lindsey Graham sem hefur haft svona þá línu í Bandaríkjunum sem hvað líkust Evrópu. Hann mjög svona herskár gagnvart Rússlandi. Hann hvetur til þess að verði settir refsitollar á ríki sem að stunda viðskipti við Rússland og verðist vera svona talsmaður svona og kringum ríkisstjórn Trump sem fylgjandi á því að reyna að sigra Rússa á vígvellinum og í einhverju viðskiptastríði í heiminum.
Inn í ríkisstjórn Trump eru síðan önnur sjónarmið, J.D. Vance til dæmis varaforseti. Hann talar oft þannig eins og hann líti á að stríðið sé tapað á vígvellinum og það sé best að enda það sem allra fyrst með samningum því að aðri kostir verði einfaldlega bara verri fyrir Úkraínu og þetta sé stríð sem að Bandaríkjamenn hafi ekki hag á því að halda áfram heldur að þetta er að draga að sér hendurnar. Og svo má sjá eiginlega Trump flakka þarna á milli, það er svona dagamunur á því í hvorum svona herbúðunum, úr hvaða herbúðum hann talar. Þetta með að Íslendingar eigi að horfa til þess að sjónarmið Lindsey Graham verði ofan á í Bandaríkjunum, hvernig metur það? Er það líklegt að svo verði og er það hagsmunir Íslendinga að utanríkisstefna Lindsey Graham verði ríkjandi? Ég tek ekki mark á Lindsey Graham, ég tek ekki mark á hann. Hann er bara, hann býr ekki á sama netti og ég. Þannig ég get ekki tekið mark á hann. Hann hefur sagt til dæmis, bara svo ég taki önnur átöku í Miðausturlöndum, þá hefur hann sagt að ef að Bandaríkin hjálpi ekki Ísrael í því sem þeir eru að gera á Gazasvæðinu og hjálpi ekki Ísrael almennt við annarkvort fjöldamorð eða þjóðamorð eftir hvernig við skráðum skilgreini, að þá muni Guð snúa baki við Bandaríkjunum. We pull the plugs from the United States. Guð almáttur mun snúa baki við Bandaríkjunum eða Bandaríkjumenn haldi ekki áfram að styðja Ísrael í að gera það sem er á Gazasvæðinu. Ég tek ekki mark á svona fólki sem tala svona. En Hilmar, Þorgerður Katrín sem er utanríkisráðherra Íslands, hún tekur marka á Lindsey Graham og bendir til hans hún var að tala um secondary tariffs. Já, að það væri eiginlega von Íslands að leið Lindsey Grahams yrði ofan á. Leið Lindsey Grahams er algjörlega óraunhæf. Hann er að tala um secondary tariffs og hann er að tala um að bara hætta utanríkisviðskiptum með miklu leyti við Kína og Indland og það gengur ekki upp með eins og utanríkisviðskipti eru uppbyggð í heiminum í dag. Það vita að allir að Bandaríkin geti ekki hægt að flytja inn frá Kína og það verður mjög erfitt að vera í miklu stríði við Indlandi til lengdar. Þannig að þessi leið að mínum dómi gengur alls ekki upp. Ég held að þeir sem er að tala um þetta þurfi að gera sína hvað þessi viðskipti eru, hvernig þau eru, hvaða vörur þetta eru og hvað er mikið magn og segja hvar ætla Bandaríkin að fá það sem þau eru að fá frá Kína annars staðar. Ég sé ekki hvernig það að vera hægt, þannig að þetta gengur ekkit upp til lengdar. Ég meina, þú bara setja fresta á Kína, það vita allir að Kína hefur svo mikið vogarafl gegn Bandaríkjunum í utanríkisviðskiptum að Bandaríkin ráða ekkert við þetta til lengri tíma litið. Þannig ég tek ekkert mark á þessu, ég tek ekkert mark á Lindsey Graham yfir höfuð. Mér finnst það ekki vera bara trúverðugur aðili, og ég meina, og þessar hugmyndum það að þessar viðskiptaþvinganir muni virka og það sé að vinna stríði með viðskiptaþvinganir, það er bara að reyna þetta í 3,5 ár og það er engin merki að þetta sé að ganga. Og auðvitað eru vandamál í Rússlandi, en ég meina ef maður bara skoða hvað alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að segja um hagvöxt og efnahagshorfur, þá er ekkert verið að spána inn í hruni þar. Að hafa Indland og Kína hafa mikinn hag af því og Rússland að sýna Bandaríkjunum það og sýna umheiminum að það sé ekki hægt að beygja þessi lönd niður í svaðið með einhverjum hótunum eða þvingunum. Ég meina við viljum bara sjá hvað gerist, en ég hef enga trú á þessu. Ég hefði gætna vilja að sjá bara tölulega séð og hvernig Bandaríkin ætla að stöðva utanríkisviðskipti við Kína. Ef við erum að tala um svona háa tolla eins og við erum að tala um, þá myndi utanríkisviðskipti miklu leyti bara stöðvast. Þetta eru mjög hái tollar. Þannig að ég sé ekki hvernig þetta þannig að ég tek ekkert mark á þessu. En það er ekki alltaf þannig ég veit ekki alveg hvað utanríkisráðherrann gengur til. En það er ekki alltaf þannig að það er ákvarðanir sem við tekna séu þær skynsamlegustu, því miður. Þannig að það getur vel verið að Bandaríkjastjórn taki ákvörðun sem að þér finnst vera óskynsamleg. Já, en þá bara mun það bitna á Bandaríkjunum sjálfum. Þeir vantar alls konar íhluti, þeir vantar sjaldgæfa málma. Það var einhvern tíma sérfræðingur sem ég hlusta á sem sagði það að eina leiðin fyrir Bandaríkin til að geta sigrast Kína í stríði væri að fá nógu mikið sjaldgæfu málmum frá Kína til þess að geta framleitt þessu vopn. Ég meina það eru alls konar vörur sem Bandaríkin er að kaupa á Kína sem er ekki hægt að fá annars staðar í neinu viðlíka magni. Og já, það er alveg rétt ekki gert hluti sem ég telli óskynsamlegt eða við eða aðrir, en það er bara mun það koma niður á bandaríska hagkerfið á þann hátt að það verður að bakka út úr þessu.
Það mun hægja svo mikið á hagvexti og það verða svo mikla truflanir í aðfangakeðjunni hjá þeim, af því þeir eru háðir alls konar vörum frá Kína. Það myndi trufla svo mikið utanríkisviðskipti, það myndi koma svo fljótlega niður á hagvexti bæði í Bandaríkjunum og svo líka í Evrópu. Þannig að ég get ekki séð hvernig þetta á að ganga. Kína eru svo stórt í utanríkisviðskiptum að þú getur ekki lokað á Kína. Það myndi trufla utanríkisviðskiptum allan heim leið. Þannig að ég bara sé ekki hvernig fólki dettur þetta í hug. Skilur þú þetta? Nei, ég gerði það ekki. Þó að þið séu ósammála, þó að þið séu ósammála, að ef það á að gera þetta til lengri tíma litið, það mun að hafa mjög miklar afleiðingar fyrir allt heimshagkerfi. Það var í tengslu við fund Trump og Putin í Alaska. Það voru svona einhverjir sem töldu að nú væri meiri líkur á friði, jafnvel að Putin og Zelenski getu hist fljótlega og gengið frá því að svona máttu stundur skilja það á Trump, en þessi fundur leiðtoga Indlands, Kína og Rússlands, er það ekki svona enn eitt dæmi að við erum kannski bara að fjarlægjast mögulegan frið í Úkraínu? Jú, það sem vekur athygli þennan fund í Alaska, að þarna settur, Trump algjör snillingur í að fanga athygli fjölmiðla og sér hvernig hann gerði þetta. Hann lét ykkur á þvot og orrustuþotur fljúga yfir þegar Putin var að koma þarna í heimsókn og ganga á rauðum dregli og allt voðalega flott og fínt, og hann er góður að búa til svona sjó eða svona athygli fjölmiðla, en fyrir hennar fund lágu engin samningsdrög fyrir eða neitt sem að gat leitt til samninga. Það var ekki búið að vinna efnislega nokkuð skapaðan hlut. Það var talað eitthvað það, þið láta hendi Krímskagan og fara ekki í NATO, eins og það eru mörg önnur atriði sem Putin hefur sagt að þurfa að ræða og uppfylla áður en hann fyrir að tala við Zelenski, sem ég efast að muni gera. En það var ekki gert, það var engin efnisleg umræði í gangi. Svo vekur líka athygli á fundinu sem var í Washington eftir Alaska fundin, að þá stillir Trump Evrópuleiðtogunum fyrir fram að sig. Þetta er eins og krakkar í grunnskólabekk, og við séum ekki gera lítið úr krökkum í grunnskólabekk. Hann satt bara í Hvítahúsinu í Oval Office í skrifstofunni og hafði alla þessa aðila á móti sér, og þeir tóku við glósur, og þarna var hann algjörlega ráðandi, og þeir Evrópuleiðtogarnir, sér Evrópusambandið er náttúrulega þannig að það treystir engin öðrum. Þú ert þarna fundið og þarna Evrópusambandið við forseta Bandaríkjanna, og þannig í Bandaríkjunum er bara einn forseti sem fer með völdin í Bandaríkjunum og er andlit Bandaríkjanna út á við, en þarna voru leiðtogar Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Bretlands sem er farið út úr Evrópusambandinu, síðan voru embættismenn frá framkvæmdastjórninni eins og Kaja Kallas og Ursula von der Leyen, og síðan var þarna framkvæmdastjóri NATO, og þetta fólk var algjörlega ráðalaust og er að reyna að komast einhvern veginn inn í þetta mál. Þessir aðilar núna er nýlega fattir að tala fyrir friðarsamningu, eða fyrir vopnahléi, ekki tala um friðarsamningu, vopnahléi, en hafa áður lengst af talað um að Úkraína muni vinna stríðið á vígvöllunum. Eru núna farin að tala um vopnahléi og virðast aldrei ná því að Putin er að tala um miklu meira heldur um vopnahléi. Landið sem er að vinna stríðið vill ekki bara vopnahléi, og maður skilur þetta ekki, og svo skilur maður ekki að Kaja Kallas, sem er utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins, hún er að tala um að Putin hlægi af Trump og hlægi hans aðgerðum. Þetta er óskaplega óskynsamlegt að gera þetta. Trump er hörundsár maður, mjög svona illa við að gera grín af sér, og hún er frá Íslandi, sem er land sem er rúm 1 milljón manna, við hliðin á landi sem er 145 milljónir, og hann er algjört hatur á milli, og hún er þess að tala svona til Trump og reyndar fyrir allt Evrópusambandið. En þarna eru allir þessir hópur, og það sem eru á móti einum manni sem er Trump, sem kemur fram fyrir Bandaríkin, sem Bandaríkin eru 50 ríkin, federal state, það er alveg ljóst hver er leiðtoginn þarna, en í Evrópusambandinu veit enginn hver er leiðtoginn þarna og hver ræður og hver vill hvað, og þetta er allt voðalega furðulegt. Þannig að ég sé ekki neinar möguleika á friðarsamningum, eitthvað sem myndi þýða það eða einu sinni drögum að friðarsamningum sem myndi réttlæta það í augum Rússa að þeir færa að senda Putin á einhvern fund til að hitta Zelenski. Þannig að það hefur aldrei verið fjær sá möguleiki, og
og eftir sem stríðið stendur lengur yfir þá verða kröfur Rússa ennþá meiri og meiri og það verður þetta ennþá minni möguleikar. Ég veit ekki hvernig þú sér þetta fyrir það, þú fylgist nú mjög vel með þessu. En maður myndi geta ætlað að til dæmis fundurinn Pútín með leiðtogum Indlands og Kína sýni að Rússland að mörguleyti að styrkja stöðu sína eða að þegar að Trump setur refsitolla á Indland að það eiginlega bætir stöðu Rússlands en ekki veikir hana. Þannig að þessum ég að segja að við séum kannski fjær einhverju friðarsamningum heldur við verið áður. Já, náttúrulega sko ég veit það að leiðtogum sérstaklega eins og Eystrasaltsríkjanna og Póllands og fleiri landa blöskraði alveg hvernig Trump tók á móti Pútín. Hann tók á móti honum eins og þetta væri bara aðalvina þjóð Bandaríkjanna og þarna væri bara svona statesman, það væri flottur, Pútín kemur þarna flottur inn og hérna hún gert eins hátt undir höfði eins og hægt engin leiðtogi í Evrópusambandsins eða Evrópusambandslanda myndi fá aðra eins móttökur, ekki nokkur þeirra myndi fá aðra eins móttökur eins og Pútín fékk þarna og þegar Pútín fær þetta boð þá stekkur hann á þetta því hann þarf ekki að gera neitt í staðinn. Trump heldur að því hann sagði það af því að Pútín verið vinur sem þá myndi hann gera það fyrir sig að slakka og að hætta stríðinu. En það algjörlega fjarstæðukennt og svo líka sett hann upp ofsalega flotta sýningu bæði í Alaska og í Washington en öll smáatriðin og samningsatrið og allt sem að þarf að vinna fyrir svona fund, því var bara sleppt. Þannig að Pútín lítur þarna vel út og síðan fer hann til Kína og hittir þar Módi. Módi neitar að tala við Trump núna í síma. Þannig að þetta sýnir bara það að þessi lönd, þetta er náttúrulega allt BRICS-lönd, það er Kína, Indland, Rússland, svo Brasil og Suður-Afríka og fleiri lönd og þau mæta á svona Shanghai Cooperation Fund og þar eru mörg fyrrum Sovétlýðveldi og alls konar lönd sem tengjast þessum löndum og lönd sem í BRICS sem að reyna að komast í BRICS. Thailand, það sem ég núna eitt af þeim löndum sem vill komast inn í BRICS, vilja endilega komast þangað inn og hérna fleiri lönd í Austur-Asíu. Þannig að já, ég held að sé rétt mat hjá þér að hann hafi styrkt sína stöðu og að áhrif þessara ofurtolla þau verða frekar skammvinn að því leyti að Bandaríkin get ekki haldið þessu gangandi lengi, geta það ekki og svo mun það gerast af því að Indland sem að Bandaríkin voru að reyna að fá í lið með sér af því að fara að sparka í Indland, þá verður Indland tortrygnar, allir eins og svo Indlandi hefur verið búið að mæta á G7-fundi, ekki sem G7-landi, bara til að mæta á slíka fundi og hérna, þannig að sko Bandaríkjamenn hafa verið að reyna að hafa Indland með sér og Indverjar eru það stórir að þeir geta raunverulega að spila sjálfstætt, þetta eru 1,5 milljarðar manna, þeir geta spila sjálfstætt og þeir geta verið í BRICS, þeir geta mætt á G7-fundi og gert alls konar hluti og verið í viðskiptum með Rússland og sitt á hvað þeir hafa gert þetta vegna sinna stærðar en þeir hafa reynt að hafa góð samskipti við Bandaríkin og Bandaríkjaforsetar allir held ég á undan hérna og með þess að Trump sjálfur á fyrra kjörtímabili öllu fyrra kjörtímabili og þessu kjörtímabili þar til í júlí þá byrjar hann að hóta Indlandi og allir forsetar á undan svo George W. Bush, Obama, þeir reyndu allir að bæta samskipti við Indland líka því að þeir eru að tala fyrir lýðræði og þetta er fjölmennasta lýðræðisríki í heiminum. Þetta er mjög vaxandi hagkerfi og skiptir miklu máli og svo líka þeirra fyrir bandarísk fyrirtæki sem er að fara frá Kína vegna slæmra samskipti við Kína. Þau sumir hafa farið til Víetnam, mörg þeirra hafa viljað fara til Indlands, sérstaklega þjónustufyrirtæki sem þurfa að hafa fólk sem er enskumælandi. Að því Indverjar tala mjög mikið ensku, þjónustufyrirtæki sem vilja enskumæla þau færa sig yfir til Indlands. Þarna er verið að trufla það sko, að bandarísk fyrirtæki geti stundað viðskipti og stundað samskipti í Indlandi. Þannig að ég meina, mér finnst þetta allt vera mjög vanhugsað og ég hef enga trú að þessir ofurtollar, þessi tollar verið langvinnir því að það mun koma bara í ljós hvað sem að Trump heldur í dag. Að þetta er ekki sjálfbært á neitt hátt.
En varst ekki að draga eiginlega fram veikleikan í þessu hjá Trump að hann skipulegur sjóið, hann lætur flugvélar fljúga yfir og hann veit hvað rauði dreilin á að vera og hann veit hvað hann vil sitja og hinir sitja á aðeins lægri stólum og hann kann þetta allt saman. En hann getur ekki undirbúið sig fyrir þessa fundi, hann getur ekki sett sig inn í deilurnar til þess að geta komið með einhverja lausnir sem að leiða einhvert. Þannig að þetta bara PR-mennska, þetta gert fyrir einhverjar fréttamyndir og annað slíkt, en við erum engu nær einhverju lausn á Úkraínu eða öðrum deilumálum. Nei, og ég skil ekki alveg hvað Witkoff hefur verið að gera í Moskvu vegna þess að hann virðist vera á fundinum með Alaska, það var þá fyrst sem að Trump áttaði sig á því að Putin vill ekki vopnahlé. Evrópuleiðtogar tala alltaf um það að Putin vilji bara stríð og vilji bara drepa fólk og ég meina hann að það stríð en að hann vilji tala um vopnahlé án skilyrða en Rússar setja ákveðin skilyrði og það afskaplega ólíklegt þegar það stríðum svo í Úkraínu þegar eitt land, þessu Rússland, þó muni líki þetta mjög illa, ég vil sjálfur ekki vilja Úkraína hefði lent í þessu stríði yfir höfuð og ekki tapa neinu, hvorki mannslífið að landi að neinu. En þegar þú að tapa svona landi þessu Úkraína, að gera, þá nærði því ekki tilbaka nema með einhvers konar gagnsókn og það alveg tómmál að tala um að ná til landi tilbaka sem búið að tapa með samningaborði, það þeir að fara að láta hendi lands þeir búin að taka með samningum, þannig að það bara óraunsætt. En það sem að Trump virðist fyrst að átta sig á því þegar hann hitti Putin í Alaska var að Putin var að biðja friðarsamninga, ekki vopnahlé og friðarsamningar þýddu ekki hlutleysi Úkraínu, það var ekki inn í NATO og tæki 4 óblast, Krímskagan, gjaldeyrisvaraforðin tilbaka, allar refsiðaðgerðir í burtu og svo framvegis. Þannig að hann var með lista af atriðum sem hann vildi allt tekið fyrir, sagði Putin. Þeir eru að segja núna síðan í júní 2024. En þetta hefur ekki komist ekki í gegn til Trump virðist vera fyrir í Alaska. Og maður skilur ekki hvað hefur Witkoff verið að gera í Moskvu, hann búin að vera svo jójó á milli Moskvu og Washington til að tala við Putin og hann var alltaf fengið aðgang bara að Putin sem sendið með Trump til að tala við hann á einkafundi og að fara yfir öll þessi mál, marga klukkutíma samtals og samt komst þetta ekki til skila. Það má vel vera að hann hafi farið til Trump. Maður skilur ekki alveg. Það má vel vera að hann hafi farið til Trump og sagt honum þetta en Trump hafi bara ekki heyrt það. Það það sem margir sem að vinna með honum benda á að hann les ekki samantektir eða skýrslur og hann hlustar heldur ekki. Nei, og hann veit ekki staðreyndirnar. Hann sagði það nýlega að Úkraína gæti aldrei unnið stríðið nema með því að verjast eingöngu heldur að gera gagnárás og Úkraína er búin að gera nokkrar gagnárásir, eina til dæmis inn í Kursk. Þannig að hann veit ekki einu sinni staðreyndirnar eða kannski hann gleymir þeim eða hvernig sem það er. En allavega hann var ekki með neitt á borðinu, neinn samkomulagsdrög eða neitt. Og fyrir Putin er það ekkert svo slæmt því þá hann fær að fara þarna, fínn maður á Rauða dreglinum og ekkur að einn í bíl með Trumpa sem enginn veit hvað þeir töluðu og færi flotta meðferð þarna og náttúrulega er þetta algjör hryllingsmynd að horfa á þetta fyrir Evrópuleiðtogana því að þeir segja að þetta sé stríðsglæpamaður sem hefur verið í fangelsi en ekki að vera heiðraður eins mikið eins og hægt Bandaríkjastjórnin gat ekki tekið á móti honum eins og ég sagði það myndi engin leiðtogi í Evrópusambandsins eða í Evrópu fá aðrar en eins viðtökur eins og Putin fékk í Alaska á bandarískri grund. Þannig en ég er alveg sammála því að hann er ekki enda það er ekki þannig heldur að það sé kannski að ætlast til þess að Bandaríkjaforseti sé þannig að hann geti búið til samkomulagsdrög að setja sig inn í þetta smáatriði en hann vantar að hafa einhvern nálægt sér sem getur það og utanríkisráðherra Bandaríkjanna getur það ekki. Varaforsetinn sem þú varst að tala um áðan sem hefur svona frekar raunsæjar hugmyndir þetta mál, ég horfist á ræðu sem að flutti í öldungadeildinni áður en tilnefndur varaforseta þá fór hann yfir allt þetta mál og vopnið sem Úkraína þyrfti og hvað Bandaríkin framleiða fór yfir þetta tölulega lið fyrir lið sem sýndi fram á það að Úkraínustríðið er algjörlega ósjálfbært
frábært, Bandaríkin framleiði ekki næg vopn til þess að hægt að sigra Rússland á vígvellinum, hann fór yfir þetta lið fyrir lið, að hann virðist vera að halda sér til hlés í þessu máli. Og þá ertu með Witkoff, Kellogg og Marco Rubio sem einhvern veginn á annarri blaðsíðu og vilja frekar halda þessu áfram og halda sér að ljúka sem einhvers konar samlingum sem gæti orðið Úkraínu eitthvað ásættanlegt fyrir Úkraínu sem mér sýnst vera alveg útilokað, alveg sérstaklega ef að Zelenský við völd. Hann telur sig ekki geta gefið neitt eftir og hann umkringdur af svona þjóðernishyggju sem eru mjög harðir og vilja ekkert gefa eftir og þá eru enga líkur á sigri. Þannig að það enginn sem að gæti búið til eitthvað, það enginn George Shultz eða Henry Kissinger sem að gæti komið saman einhvers konar málaðmiðlum sem allir væru óánægðir með en allir sagði ok, ég fellst á þetta. Pútín sem dörflega gjarnan vilja að G7 breytt í G8 og hann væri afturkominn við hringborðið og hann fengi, hann myndi tilbúin að gera eitthvað fyrir að hafa verið viðurkenndur og alþjóðlegum vettvangi og slíkt, hann myndi gera það og Trump gæti liðka til fyrir ýmsu slíkum hlutum. En ef að menn ekki með neitt fast í hendi, þess vegna sagði ég strax þegar í viðtali sem að við töluðum saman áður en að fundurinn var, ég held að það kemi ekkert út úr þessu fundi og það bara af því að þú getur ekki, ef þú ekki með neitt samningsdrög og engin smáatriði, þú ert ekki með neitt á blaði, þá verður þetta getur verið flott sýning á sjónvarpsskjánum, en þetta fer ekki lengra, en það kom náttúrulega ekkert út úr fundinu eins og við vitum núna. Herðu, Hilmar Þór, takk fyrir að taka síman í Tælandi. Ég fæ að slá á þig seinna. Nóg að gerast í heimsmálunum. Takk fyrir. Takk að kærlega fyrir. Okay. En við ætlum að sitja áfram við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.